Komið sæl og blessuð og velkomin í Spursmál, föstudaginn 27. desember, gleðileg jól. Frá því að við komum saman hér síðast, rétt fyrir jól, þá komin ný ríkisstjórn í landið og því full ástæða til að koma saman og taka stöðuna sjálfsögðu. Hér lok þáttarins fæ ég Bjarna Benediktsson, fráfarandi forsætisráðherra til að ræða við mig. Við ætlum að fara þar yfir stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar nýju, þar að segja Samfylkingar, Viðreisnar og Flokks fólksins. Það verður allt mjög spennandi, en í fréttum vikunar munum við auðvitað ræða pólitíkina líka vítt og breytt og þar verða þau Björn Ingi Hrafnsson og Vigdís Häsler til samtals við mig og hvet ykkur til að hlusta á það. En það í pólitíkinni, þó að jólin hafi komið, margt að vera. Við bentum á það hér á aðfangadag að ríkisstjórnin hefur sett það sem sitt fyrsta og helsta baráttumál til að byrja með að efla strandveiðar í landinu, færa þetta úr 30 dögum í 48 daga og þetta verði allt nokkurn veginn óheft. Þá eftir að útfæra þetta betur og eftir að sjá hversu mikinn kvóta þetta mun taka af þorskinum. En það áhugavert til þess að hugsa að nýr fjármálaráðherra, Daði Már Kristófersson, sem prófessor í auðlindahagfræði við Háskóla Íslands, hann bent á það í merkri grein í alþjóðlegu tímariti árið 2021 að strandveiðarnar væru í raun og veru ósjálfbærar. Þær fælu í sér sóun á meðan að kvótakerfið, sem að stóra kerfið kallað, að það væri kerfið sem að ætti að miða við. Dálítið sérstakt að ný ríkisstjórn með miklar væntingar og vonir skuli gera það sínu fyrsta og helsta baráttumáli að efla kerfi sem að fjármálaráðherrann hefur sagt að beri í sér þessa galla. En svo það meir úr pólitíkinni. Mogginn í morgun hnaus þykkur að vanda og við höfum þetta von á stóru og miklu riti tímamót lúguna á morgun þar sem við gerum upp árið og skyggnumst yfir árið sem framundan. En hér í blaðinu í morgun áhugaverð grein á miðopnu eftir Þórunni Sveinbjarnardóttur sem að verða forseti Alþingis. Það hún að tala mikilvægi þess að menn séu stórir í ósigri, ekki síðan en sigri, vandar Bjarna Benediktsinni, gesti mínu hér og eftir ekki kveðjurnar. En það áhugavert til þess að hugsa að í þessari ágætu grein þar segir hún að þessir flokkar allir sem voru að fara frá völdum hafi raun og veru goldið afhroð eða tapað stórt. Sjálfstæðisflokkurinn, sem Bjarni fer fyrir, fékk litlu minna fylgi heldur en Samfylkingin sem að Þórunn Sveinbjarnardóttir tilheyrir. Hvaða flokkur sigrar, hvaða flokkur tapar? Það kemur í ljós í lok dags og þegar málin verða gerð upp, framundan spennandi kjörtímabil. Og það líka framundan spennandi ár á vettvangi Spursmála. Ég hvet ykkur til að fylgjast með hér hvern einasta föstudag klukkan 2. En áður en því kemur fréttir vikuna með Bjarni Inga og Vigdísi Häsler. Herragarðurinn klæðir þig vel. In the night air, I can see your face. Though you're far away, me and you. Þau eru komin hingað til mín milli jól og nýárs til þess að ræða fréttir vikunar og kannski gera árið dálítið upp. Þau Björn Ingi Hrafnsson, ritstjóri Viljans og Vigdís Häsler sem verkefnastjóri hjá Kleifum fiskeldi en kannski betur þekkt sem fyrir framkvæmdastjóri Bændasamtakanna. Velkomin bæði tvö. Takk fyrir. Gleðilega hátíð. Gleðilega hátíð. Ég kalla þig auðvitað fyrst og fremst hingað í settið, Björn, sem nýjasta stórstjarnan okkar á hvíta tjaldinu. Já, segðu. Kraven the Hunter, stórmynd frá Marvel. Já. Þú ert leikari þar? Já, ég myndi kannski ekki segja leikari. Ég þannig í nokkra sekúndur og ég fæ að segja eina setningu sem að mér finnst þetta skemmtilegt en það fyndna að þetta var fyrir tæpum 3 árum. Það þannig. Tekið upp á Mývatni og svakalega mikið dæmi en mikið leyni. Fyrsta lagi var ekkert ljóst hvort eitthvað af þessu myndi skila sér á endanum í þessa mynd. Síðan kemur hún auðvitað bara eftir dúk og disk. Það var verkfall í Hollywood og allt mögulegt í millitíðinni. Innrás Rússa í Úkraínu. En þetta skilaði sér og það búið að frumsýna þessa mynd og bara mjög skemmtilegt. Hvað það sem hún segir í myndinni? Ég segi njett. Þú ert rússneskur. Bara með áherslu. Ég rússneskur fangavörður. Já. Og með hríðskotariffil og í miklum snjó, þetta í Síberíu kulda.
En einhver talaði leiksigur, ég myndi ekki orða það þannig sjálfur. Enda óvinnu hóvar maður. Já, úr hófi fram. Það löngu verið. Þær eru hér í bakgrunni myndirnar til áréttingar fyrir áhorfendur að þá stóra myndin ekki að minninga þó að menn myndu kannski halda þá horfandi þarna á magavöðana, en það þarna klippur úr þessu, þar sem þú vinstra megin það ekki í mynd. Jú, þetta var ótrúlega gaman. Það ótrúlega gaman að gera eitthvað svona. Þetta svo öðruvísi, þú ferð í einhvern annan heim og brjálæðisleg læti og undirbúningur og mikill fjöldi fólks fyrir einhverjar nokkrar sekúndur í mynd sem sýnd mörgum árum seinna. Þetta náttúrulega, þessi draumaverk sem í Hollywood er ótrúlega merkilegt fyrirbæri. Ertu komið með annað verkefni á þessum vettvangi? Nei, en það gæti komið. Ég á einhverju lista þarna. Já, það ekki? Já, og svona frumsýning getur opnað leiðir fyrir menn. Já, ég meina, stóra málið var hvort að maður myndi komast í gegnum klippinguna og það tókst. Já. Það enda ekki á gólfinu. Nú skulum við sjá hvort þú komst í gegnum klippinguna hér á þessu þætti. Já. Vigdís, þú ert komin norður til starfa hjá Kleifum fiskeldi. Það þetta risastóra verkefni sem Róbert Guðfinnsson hefur ýtt úr vör ásamt fleirum. Já, og Árni Helgason. Þið ætlaði að fara í stórfellt fiskeldi á fjörðunum fyrir norðan. Já, við höfum óskað eftir við allan okkar ráðherra. Starfandi ráðherra þar meðal annars eftir því að firðir á Tröllaskaga og nærliggjandi verði burðarþolsmetnir. Það náttúrulega í lögunum, þá það bara frumkvæði ráðherra og við höfum náttúrulega bara litið svo á að ætli menn og yfirlega, við förum væntanlega yfir þá eftir að tala verðmætasköpun, að þá þurfum við væntanlega líka að standa undir því að sýna þá það frumkvæði og þegar þú ert ráðherra málaflokksins og talar það að vísindin eiga styðja undir þessa ákvarðanir, þá lætur burðarþolsmeta raunverulega allt landið. Hvað heldur að burðarþolið geti verið mikið á þessu svæði? Hvernig metið þið það? Með dýpt og allar umhverfisaðstæður, þá geti ég metið mér það. Eigafjörðin væri kringum svona 10-15 þúsund tonn. Aðri fyrir í kring eru talsvert grynnri. Og aðstæður, þetta náttúrulega líka sem snýst hafstrauma og allt þetta. En það náttúrulega líka tækifæri núna til þess að horfa til þess að tækninni fleytir fram. Og ég hef nú verið í landbúnaði og svo núna ég komin í sjávarútveginn og breytingarnar eru ótrúlegar, næstu bara með við fjórðunga, hvað henni fleytir fram. Og meðal annars hefur Benchmark talað það að þeir muni setja á ófrjóanlax á komandi árum, tvílitna sem bæði að gæði svipar til þess sem bara með frjóanlax. Og það breytir allri myndinni þá þegar, af því að núna eru 58% allra fjarða á Íslandi eru nú þegar friðaðir. Við vitum næstan hvernig staðan með Breiðafjörðinn og svoleiðis, en aðrir firðir og í stefnuyfirlýsingu nýrrar ríkisstjórnar mikið talað verðmætasköpun á meðan fyrri stjórnarsáttmáli fráfarandi ríkisstjórnar talaði eflingu og matvælaframleiðslu mikið og við ætlum að vera sjálfum okkur nóg og þess að það. En núna erum við að tala verðmætasköpun, en þessi verðmætasköpun getur ekki átt sér stað nema við förum að hugsa hlutina upp á nýtt. Þetta spennandi. Þú færðir sjónarhornið af hinnum grænu ökrum á hinnar bláu akra sem kallaðir eru í dag. Já, mikið rétt. Ég að fá hingað til mín á eftir Bjarna Benediktsson, fráfarandi forsætisráðherra og formann Sjálfstæðisflokksins. Það tekið ný stjórn við. Hún var kynnt í söguna 21. desember á vetrarsólstöðum. Björn Ingi, þú fylgist mjög náið með pólitíkinu, veit ég. Þetta gerist bara hratt og vel. Þau bara tjörsluðu þessu saman þeir virðist nokkrum flýti. Já, og bara ástæðu til að óska þeim til að hamingju með það. Mörguleyti mjög flott hjá þeim að gera þetta svona. Það töff að klára þetta hratt og örugglega. Viðreisn nær svona með einhverjum hætti að sýna Sjálfstæðisflokknum að þau hafi verið fullfærir að mynda ríkisstjórn án atbeina eða þáttöku Sjálfstæðisflokksins og það held ég að hafi persónulega verið mikilvægt. Ég ekkert að skýra frá neinu leyndarmáli þegar maður segir að það svona gustar á milli Bjarna og Þorgerðar Katrínar. Maður bara séð það í þessum þáttum. Það eru þarna gömul sár frá því að Viðreisn var til og ég held að Viðreisn hafi sýnt núna að þau geta gert þetta en það margt fyndið í þessu líka. Viðreisn brjáluð út í Sjálfstæðisflokkinn fyrir að hafa í úthringingum sínum síðustu dagana fyrir kosningar
varað fólk við að flokkurinn ætlaði til vinstri. Svo fóruðu bara til vinstri. Þannig að spurningin var innistæða fyrir því sem var verið að vara kjósendur við. Maskína gerði könnun fyrir Viljan 3 vikum fyrir kosningar sem sýndi að rétt rúmlega 50% kjósenda Viðreisnar vildu miðju til vinstri stjórn og tæplega 50% miðju til hægri. Viðreisn þannig svolítið sérstakri stöðu að helmingurinn svona rúmlega það bara mjög ánægður með það sem var að vera að gera en hinn kannski meira spurningamerki. Svolítið eins og Einar Þorsteinsson lenti í borginni að lofa breytingum og fara svo í meirihluta sem kannski kjósendahópurinn var skeptískur á. Og hann með 2-3% í dag. Akkurat, en Samfylkingin auðvitað bara að spila að mörgu leyti gott mót. Þau spila mót eins og þau hafi fengið stærri sigur í kosningum heldur en þau gerðu. Planið þeirra gekk upp, Kristrún orðin forsætisráðherra, en Þorgerður Katrín fékk líka að mörgu leyti mjög góðan samning. Hún fær bæði utanríkisráðuneytið, sem ég held að sé reyndar mikilvægt, bara út af öryggis- og varnarmálum og Íslendingar svolítið átt að segja á því hvers konar mynd að teiknast upp, sem dálítið rosaleg. Fjármálaráðuneytið. Og fjármálaráðuneytið líka. Atvinnuvegaráðuneytið og dómsmálin. Allt svona málaflokkar sem hafa verið mjög áberandi og verða mjög áberandi. Fékk hún þetta í skiptum fyrir forsætisráðuneytið? Ég held það. Ég held hún hafi kannski bara metið það þannig að það væri sterkara að hafa þessa pósta. Kristrún hafði bara eitt spil á hendi, það var þessi stjórn. Þetta var hennar möguleiki og þess vegna var mikilvægt fyrir Samfylkinguna að reyna að ramma þetta inn og klára sem fyrst. Viðreisn þurfti ekki að flýta sig svona mikið, en eftir að hyggja þá þetta bara svolítið flott hjá þeim. Stóra spurningamerkið sem allir flokkarnir að velta fyrir sér flokkur fólksins. Hvernig mun hann virka sem stjórnarflokkur? Það sem að Inga Sæland mun þurfa að rækta stjórnarþingmenn til þess að manna meirihluta, ekki bara gagnvart vantrausti mögulega, heldur bara í atkvæðagreiðslum, í nefndastörfum, alla daga, þá þarf að sinna stjórnarþingmannum til þess að halda þessum meirihluta gangandi. Það þarf að semja við fólk. Eins og Ragnar Þór Ingólfsson, sem væntanlega óánægður með að hafa ekki orðið ráðherra, Guðmundur Ingi, sem varaformaður en fékk ekki ráðherrastól, og svo framvegis. Þetta Sigurjón Þórðarson sem hefði gjarnan vilja verða matvælaráðherra og svo framvegis. Þannig að þetta mjög athyglisvert og nú stjórnmálaflokkarnir hafa ekki staðið sig mjög vel í að tækla flokk fólksins. Þannig að fengið svolítið frítt spil og Inga Sæland ótrúlega snjall stjórnmálamaður að mörgu leyti, svarar með munnin fyrir neðan, svarar að vestfiskum sjóarasið þegar fjölmiðlamenn að segja eitthvað. En hún mun ekkert komast upp með það núna. Nú hún bara komin í ríkisstjórn, hún ráðherra. Hún þarf að breyta algjörlega taktík. Og hún þarf að breyta upp taktík og svara hlutum og þá bara spurningin hvernig það mun ganga. Eyjólfur Ármannsson segir að bókun 35 sé stjórnarskrárbrot, svo gengur hún í ríkisstjórn og hann ætlar að styðja það núna. Stjórnarskrárbrotið. Og eina sem breytist að hann varð ráðherra. Stjórnarskráin breytist ekki. Og það sem ég bara að segja einfallega að nú mun flokkur fólksins hitta fyrir flokk fólksins. Og kjósendur sem trúðu á að Inga Sæland myndi gera þetta og þetta munu núna fylgjast með því hvernig hún stendur sig, hvernig þau munu standa við sín stóru orð. Ég þekki bara fólk sem kaus þau út og því að þau ætla að koma með 450.000 króna skattfrjálsar greiðslur til þeirra sem minnst mega sín. Mun flokkur fólksins lendi í sömu stöðu og Einar Þorsteinsson í borginni? Það held ég og ég held að reyta staðinn hratt. Ég á von á því, en hlutirnir verða bara að gerast með sínum hætti. Fólk þarf sjálft, margir höfðu trú á Ingu Sæland, margir höfðu trú á flokknum, nú fær hann tækifæri, þannig að maður á ekki að segja fyrirfram að þau munu klúra því, en það munu allir fylgjast með því hvernig það gengur. Vitið ég veit að þú mynd lofa matvælaráðherrann í hástert bara að praktískum ástæðum, en hvernig líst þér á þetta stjórnarsamstarf og hvernig úr þessu spilaðist þetta kosningarnar? Mér finnst einmitt frábær greining alltaf hjá Nostradamus, Birni Inga, en það náttúrulega líka það, dálítið áhugavert að þarna að koma inn ráðherrar utan þings, sem gefur líka til kynna að þessum stjórnarflokka þeir ætla sér að nýta tækifæri og styrkja þingflokkana sem aldrei fyrr, vegna þess að það var oft þannig og ég hef mætt fyrir ýmsar nefndir þingsins og oft og iðulega þegar maður kemur með gagnrýnar áleitnar spurningar og afleiðingar af til dæmis bara lagafrumvörpum, þingsályktun, að þá yfirleitt svarið sem
mjög dapurlegt. Þetta var bara ákveðið í ríkisstjórn. Þannig að nefndirnar og þingmennirnir, þeir fá núna, þetta verður vonandi ekki einhver afgreiðsla við einhver samsuða við ríkisstjórnarborði, svo síðan bara fer það inn í nefnd og enginn þarf að hugsa og hugsa neitt meira það afleiðingarnar. Þannig að ég held að það verði talsvert meira og vonandi með þessu kjöt á beinunum hvað varðar eins og með meirihluta álit nefnda mögulega breytingar, að það vonandi mun fólk vanda sig vel til verka og það hafa nefnilega nokkru þingmenn sem eru núna að koma nýir inn á þingi, haft samband og spurt hvernig geti hvernig geti komið fyrir svona núna á síðustu mánuðum og þá er tækifæri núna, veldu 1 til 2 góð mál. Stefnuyfirlýsingin, hún gefur öllum þingmönnum svigrúmið til þess að koma með 1 til 2 góð mál, stjórnarþingmenn sérstaklega og líka því umhverfið svo áhugavert núna. Það er engin vinstriflokkur raunverulega á þingi. Stjórnarandstaðan kemur frá hægri? Já. Í þinginu? Í þinginu. Þetta verður, ég verður til mun það íta stjórnarflokkunum meira til vinstri eða tósast þetta allt nær miðjunni? Þarf ekki Samfylkingin einmitt eins og Björn Bjarnason nefndi hér í þætti rétt fyrir jól? Þarf hún ekki að teygja sig lengur og lengra til vinstri til þess að fylgið fari einfaldlega ekki á einhverja flokka sem hreinlega eru ekki inn á þingi? Sko ég held að það muni gerast. Þau teygðu sig til hægri í kosningabaráttunni, bara með markvissum og meðvituðum hætti. Samfylkingin yfirtrompaði í til dæmis orku- og virkjanamálum. Hvers vegna gerðu þau það? Jú, þar með var það bara ekki stórt hitamál í kosningabaráttunni. Það var bara núlla það. Sama gerðist í útlendingamálunum. Þar sem Samfylkingin meira segja var gagnrýnd af Sigurði Inga formanni Framsóknarflokksins fyrir sína útlendingastefnu. En þetta er gert í ákveðnum tilgangi til þess að núlla erfið mál sem að valda skautun en í pólitískri umræðu þinginu verða þau fulltrúi vinstrisins og miðjunar bara og að mörguleyti eru þau að spila mjög gott mót. Það sem að þau munu hins vegar lenda í er bara það sem Bjarni og fleiri hafa talað að skýr leið til óvinsælda er að taka sæti í ríkisstjórn. Spurðu bara verkamannaflokkin í Bretlandi sem er í frjálsu falli í skoðanakönnunum, hversu mikilvægt sem það nú er eftir að hafa nýlega tekið við völdum vegna þess að þá bara ertu ekki lengur ábyrgðarlaus af stjórnarathöfnum og ert farin að taka ákvarðanir. Strax farið að tala eftirmann Keir Starmer. Já, versta byrjun ríkisstjórnar í sögunni og svoleiðis. Og ég þykist nú vita að það séu til einhverjir fjölmiðlamenn og álitsgjafar á Íslandi sem ætla að halda þessari ríkisstjórn við efnið. En hún fær tækifæri til þess að láta ljós sitt skína og það verður spennandi að sjá hvernig þau tækla þetta. Það er margt flott, 3 konur. Það er góð stemning í kringum þetta, hún hefur tækifæri og sviðið til þess að gera mjög flotta hluti. Verða hveitibrauðsdagarnir margir? Já, það er einmitt málið, af því að meðbyrinn er ofboðslegur núna og það er nú þetta gullbráar syndrom sem virðist nú oft einkenna konur í valdastöðum að það er einhvern veginn metnar út frá allt öðru og einhvern veginn oft aðrar og miklu meiri kröfur gerða til þeirra og jafnvel oft ómálefnalegar og ég var að skoða Facebooki hjá mér og það eru fullt tækifæri fyrir þessar konur til þess að láta gott af sér leiða og meðbyrinn með þeim akkurat núna en að skoða Facebooki hjá mér og það er allir að tala um 450.000 krónur sem Inga Sæland var búin að tala skatta- og skerðingalaust og hún sagði líka bara þetta er ófrávíkjanleg krafa. Ófrávíkjanleg krafa. Og ég fer ekki ríkisstjórn að meina á því gegn. Og þá spyr ég, hvað fekk hún í staðinn? Hvernig verður þetta? Ég get ekki glöggvað með því. Hún fekk strandveiðarnar. Já. Það eru 700 atkvæði þar. Sko, það er mitt málið og það er eitt sem kannski kemur með mest ávart með stjórnarsáttmálinni er að það sé ekki kannski fleiri orðréttar setningar úr stefnuskrá Flokks fólksins til þess að passa upp á Flokk fólksins. Því að við mögum ekki gleyma því að verkefni Kristrúnar og Þorgerðar Katrínar verður líka að passa upp á Flokk fólksins. Hann er stjórnarflokkur og það er ætluðu sér allir í samstarf. Nei, sko ég held að Framsókn bara klikkaði. Það var eitthvað sem klikkaði þar. Við vitum ekki hvað það er. Það stóð til að Framsóknarflokkurinn yrði þriðji flokkurinn í þessari ríkisstjórn og þá hefði þetta jafnvel ekki einu sinni tekið 3 vikur. Skilurðu? Og en það er sterkt. Þorgerður Katrín held ég hafi lagt gríðarlega áherslu á að Evrópumálin yrðu á dagskrá. Hún ætlar að vera utanríkisráðherrann sem að
leiðir okkur í gegnum þetta ferli. Þjóðin mun að sjálfsögðu skiptast í tvær fylkingar, nei og já-hreyfing og það fer allt á fleygiferð. En það svo margt sem getur gerst í millitíðinni. Við Íslendingar eins og aðrir íbúar heimsins erum á einhvers konar ögurstundu. Ef þú lestir til alþjóðleg stjórnmál eins og ég veit að þú gerir, Stefán, og því að þá eru bara spurningar sem stöndum frammi fyrir alveg rosalegar. Og Íslendingar eru smám sem átt að segja á því að það er að koma aftur hérna á Miðnesheiði. Í gærkvöldi var verið að segja frá því að það er verið að reisa 7 risastórar vöruskemmur til þess að geta búið hér til nýjan alþjóðaflugvöll eða gert við eftir hvað? Jú, við þurfum ekki einu svona botna setninguna. Það er verið að búa okkur undir átök. Mögulega árás á flugvöllina. Já, ég meina það er bara heimurinn er að búa sig undir nýja heimsstyrjöld sem allir vonast auðvitað til þess að verði ekki, en það er bara allt. Það er verið að klippa á stæstrengi milli landa aftur og aftur. Og breytingin í pólitíkinni sem við höfum ekkert með að gera getur orðið svo hröð að það sem við erum að tala núna sko, í innanlandspólitík getur verið ótrúlega léttvægt fundið. Verður þá Þorgerður eiginlegur forsætisráðherra með því? Er hún að veðja það að utanríkisráðuneyti verði ekki þessi absentia sem það hefur getna verið? Halldór Ásgrímsson og Þórdís Kolbrún og fleiri sem hafa gegnt þessu embætti hafa bara horfið út úr pólitíkinni? Ég held að kastljósi verði óneitanlega miklu meira á utanríkis- og varnarmálum. Og varnarmálin er akkurat það sem gleymdist í umræðinu fyrir þessar kosningar. Núna allt einmitt, ég held að þorri þjóða sé núna átt að sagði bara, heyrðu, við erum komin bara núna mögulega í hugsanlega eitthvað átökum, við þurfum að taka afstöðu. Það gleymdist ekki alveg, ég rætti þetta við Svandísi Svavarsdóttur sem ítrekkaði vilja flokksins til þess að vera utan NATO. En fékkst ekki neina afstöðu sem væri skynsamleg akkurat eins og staðin núna og fyrst draumar að kenda afstöðu. Og við getum bara því miður ekki verið með draumar að kenda afstöðu eins og staðan er núna bara í heiminum í dag. Og mér langar nú aðeins að nefna eins og bara með Björn Bjarnason var með minnisblað að mig minnir fyrir margt síðan þegar hann var dómsmálaráðherra þar sem hann talaði lengi vel og líka eftir hann hætti í embætti með þjóðvarliða, hvaða aðilar eru þarna sem geta þá komið og stokkið til. Jú, við erum með björgunarsveitir og þeir hafa ekki valdheimildir. Arnór Sighvatsson, hermálafræðingur, hann hefur nú skrifað heila bók um mikilvægi þess að koma hér upp varnarliði og menn hafa nú eiginlega bara hlegið hann út af borðinu að mörgu leyti. Sálar best og allt þetta. En núna, og Þorbjörg Sigríður í nýju dómsmálaráðherranum okkar talar um að fjölga lögreglumönnum og vill gjarnan reyna að fá þá aðila sem hafa verið lögreglumenntaðir og hafa leitast til annarra starfa. Hún har talað í morgun að það ætti að fjölga nemum. Ég meina það er samt engin sparnaður því að núna þarf einhvern veginn alltaf að fara í gegnum Daða-Má sem ég treysti fullkomlega fyrir því embætti. En það þarf að horfa til þess að það er fullt af aðilum hér á landi sem sinna öryggisstörfum, eru í raun og veru í grunninn. Ég er ekki að tala um að tína til hvernig einasta dyravörð í miðbænum, en að finna til raunverulega það fólk sem er með aldur til og hefur eitthvað þekkingu af slíkum störfum. En þú ert mjög fljót að tæma þann lista? Það er nefnilega málið. En við þurfum að gera eitthvað. Það sem er greinlegt er að þetta er ekki að gerast í tómarum. Þetta er búið að gerast á nokkrum árum þar sem við höfum stór auki framlög til öryggis og varnarmála, meðal annars tekið þátt í vopnakaupum. En alltaf einhvern veginn reynt að gera þetta í eins mikil kyrrþey hér innanlands eins og hægt var af tillitssemi við stefnu VG sem tók þátt í allri þessari afgreiðslu og hernaðar uppbyggingu sem hér hefur verið en segist þú alltaf vera á móti NATO. Katrín Jakobsdóttir vissi alveg hverjum klukkan. Sjálfsög. Búin að vera á þessu NATO-fundum oftar en aðrir ráðamenn. Og tekið þátt í þessu frá A-tölu og málið er hins vegar það að systurflokkar VG á Norðurlöndunum meðal annars í Svíþjóð og Finnlandi bara komu hreint fram og sögðu, heyrðu, við höfum endurskoðað afstöðu okkar gagnvart NATO, við höfum rangt fyrir okkur. VG getur ekki sagt það, þeir hefðu ennþá rétt fyrir sér og ennþá á móti, tóku samt þátt í þessu frá A-tölu og þið sjáu bara breytinguna sem orðið bara með innkomu Finna og Svía, þið hlutlausa Svíþjóð, vildi hraðleiðin í NATO vegna þess að, og almannavarnir þar í löndum eru búin að senda almenningi
gátlista það sem að hvert heimili þurfa að hafa við óvæntar aðstæður. Ég meina, þetta bara staðan. En talandi óvæntar aðstæður og ráðherraskipanina, það kemur sannarlega inn ráðherra sem utan þings, en hann kemur ekki úr óvæntri átt. Daði Már Kristófersson hefur verið varaformaður Viðreisnar lengi og verið mjög atkvæðamikill þar. Ekki óvanlegt að menn kalli innan úr flokki strax eftir kosningar ráðherra í þetta mikilvæga embætti, hafandi haft tækifæri til þess að setja inn á lista og sækja það á pólitískt umboð. Af hverju var maðurinn ekki í framboði fyrst að það stóð til að gera hann ráðherra? Sko, þetta er mjög áhugaverð spurning. Ég meina, hann var nú einhvern veginn kallað varaformaður sem enginn veit hver en hann samt bara mjög öflugur. Ég held að hann Daði verið alltaf að velta fyrir sig hvort hann væri fræðimaður eða stjórnmálamaður. Og fræðimaðurinn hafi svona haft yfirhöndina og hann hafi, en hann varaformaður flokksins. Þannig að þýleitum til ekki óeðlilegt að hann sé sko ráðherra. En af hverju var hann ekki í framboði Er ekki óeðlilegt að varaformaður í stórum flokki sé ekki í framboði? Jú, enda held ég að hann hafi ekki litið á sig sem stjórnmálamann, heldur meira sem fræðimann og verið frekar á útleið. En þarna gefst tækifæri til þess að gefa honum þetta tækifæri. Nú kemur í ljós hvort hann hefðbundinn fjármálaráðherra, eða hvort að það var í rauninni verið að bæta við öðrum ráðuneytisstjóra í fjármálaráðuneyti. Vegna þess að ráðuneytisstjórar eru utan þings en hafa mikil áhrif og utan þings ráðherra í fjármálaráðuneytinu gæti fallið milli skips og bryggju eða kannski bara orðið mjög öflugur. Það kemur í ljós hvernig honum tekst að vinna með Þorgerði og Kristrúnu, ég held að það sé aðalatriðið. Og ég hugsa að þau séu búin að tala sig í gegnum þetta helsta, þannig að en hann ekkert sérstaklega sko fjölmiðlavænn fjármálaráðherra, en kannski bara ætlar hann sér að reikna sig út úr þessu og getur orðið sko flottur fjármálaráðherra ef hann bara lætur aðra að fara með hina pólitísku stefnumörkun. Síðasti fjármálaráðherra Viðreisnar var nú ekki mjög fjölmiðlavænn? Nei. En hann var formaður flokksins? Jú. Sko, hans dagar sem fjármálaráðherra urðu ekkert margir eftir að hann ætlaði í einni sviphendingu að banna reiðufé. Já, eftir Sigurlaugur Þorkels Sigurlaugssonar. En talandi aðra í þinginu, við erum auðvitað að horfa mikið og stíft á ráðherrana og það eru mikla væntingar til þeirra, auðvitað mikilvægt að þeim vegni vel í sínum störfum fyrir þjóðfélagið. Það bara mikilvægt að ríkisstjórninni vegni vel. Já. Það nú bara þannig. En svo það eru þarna einhverjir sem að sitja sárir eftir. Þú nefndir Ragnar Þór Ingólfsson, ég hef heimildi fyrir því að hann hafi verið afskaplega ósáttur við það að verða ekki ráðherra. Sigurjón Þórðarson hafði væntingar að verða matvælaráðherra. Dagur B. Eggertsson fyrir borgarstjóri, já, hann bara að því virðist í jafn miklu aukahlutverki og rússneski fangavörðurinn í Marvel-myndinni. Sko, ég held hins vegar að það hafi nú verið búið stilla væntingar dags af. Já, það hefði akkurat verið gert hana í september. En sættir hann sig við það til einhverjum tíma litið? Ég bara fullyrði það að nú bara þessi leikur breyttur. Dagur orðinn þingmaður í stjórnarmeirihluta og Dagur ekkert búinn að segja sitt síðasta orð. Og þegar kemur að reynslu og hæfileikum, pólitískri innsýn, að þá eru bara fáir á þingi sem standast honum snúning. Þannig að ég tel að Dagur eigi eftir að láta mjög til sín taka í stjórnarmeirihluta. Verður það á kostnað Kristrúnar? Nei, ég held bara að þau muni einfaldlega taka höndum saman og finna taktinn saman. Nú þetta bara frá og þau geta vel unnið saman og það nú aldeilis þekkt, ég ekki að segja einhver leyndarmál að það ekkert allir í stjórnmálaflokkum vinir. Mesti vinskapurinn oft við sko fólk í öðrum flokkum, það fólk hefur unnið saman í ríkisstjórnum og flokkum og ekki þolað hvort annað. En eru fleiri aukaleikarar á sviðinu sem við ættum að hafa gætur á, sem áhuga fólk pólitík, hverjir munu sprikla og láta að sér kveða? Já, ég mjög spennt fyrir því hvað Víðir ætlar að gera. Já. Ég bara dálítið spennt fyrir því vegna þess að hann dálítið alfa. Ef við getum bara notað það hugtak að hann hefur látið til sín kveða bara í sínu fyrra lífi, þannig að það verður svolítið áhugavert að sjá. Hann hefur notið athyglinnar, hann hefur kannski ekki mörg tækifæri til þess sem almennur óbreyttur þingmaður í stjórnarmeirihluta. Það erfiðara að hafa áhrif sem óbreyttur þingmaður í stjórnarmeirihluta heldur en í stjórnarandstöðu. Já, þess vegna verður mjög forvitnilegt að sjá hvernig þessir stjórnarþingmenn verða ræktaðir og hvaða hlutverk þeir fá, vegna þess að eitthvað þurfa þau að fá fyrir sinn snúð og einhver spennandi verkefni. Það sem ég held að sé líka spennandi að sjá
er að þarna er að teiknast upp væntanlega öflugasta stjórnarandstaða í seinni tíma íslenskri stjórnmálasögu. Ekki bara út af því hvernig hún er samsett. Það eru 3 fyrrverandi forsætisráðherrar. Óbúslega reynsla að baki. Það er miklu meiri reynsla af ráðherrastörfum í stjórnarandstöðunni heldur en ríkisstjórninni, þar sem Þorgerður Katrín er eina manneskjan sem, og þá er ég bara að meina að kunna á stjórnarkerfið, vita hvar þræðirnir liggja. Þannig að þessi stjórnarandstaða verður rosaleg, held ég. Og ég hugsa að Bjarni Benediktsson átti sig á því að það séu mikil tækifæri fólgin í því að vera formaður flokksins í stjórnarandstöðu. Og spurningin er, það eru margir fannir á flegi ferð og ætla sér forystulutverk í Sjálfstæðisflokknum. Það sem það er alltaf beðið eftir því að Bjarni kveði upp úr það sem hann ætlar að gera. Ég mun ganga á hann hér og eftir þau mál. Hann ætlar bara að láta þau áfram kveljast. Og landsfundin, og hvort það sé landsfundin. Já, sko, ég meina, hver átti von á því að hann myndi fara í gegnum þessu kosningabaráttu, hver átti von á því að hann yrði aftur forsætisráðherra. Sko, Bjarni Ben á svo mörg pólitísk líf að ég ætla ekki hér og nú að segja að hans ferill sé á endan unnin. Bara, hann er ótrúlegur þegar það kemur að því. Það getur alveg framhald á því. Já, og þú veist, ég meina, sko, innan flokksins er gert ráð fyrir því að hann sé að hætta. En spurningin er hann að hætta? Þú hlýtur að finna út úr þessu eftir. Já, ég meina, til þess er ég komin hér á milli jól og nýjárs. En nýtt ár 2025, við erum með nýja forseta. Þú varst nú stuðningsmaður Höllu Tómasdóttur sem hann náði kjöri 1. júní. Hún er reynslu lítil í sínu embætti, hefur farist þetta ágætt úr hendi, en það er ljóst að hún kemur úr átta sem að það skortir á reynslu úr kerfinu sjálfu. Kristrún Frostadóttir, jafn öflug og hún er, að þá er hún auðvitað líka reynslu lítil. Hún er auðvitað ekki reynsla af ráðherradómi og öðru slíku. Eini ráðherrann eins og þú nefnir er sem með ráðherra reynslu, Þorgerður Katrín. Megum við ekki eiga vona því að þetta verði skrautlegt ár í pólitísku svona tilliti? Sko, við megum ekki gleyma því að það var samt mjög mikil þörf og ákall breytingar. Og það sem allar þessar konur hafa gert er að svara því kalli. Það er ótrúleg uppstokkun á þingliðinu okkar, á ríkisstjórninni, forsetinn, biskupinn. Sko, ég segi bara þetta fólk, þessar konur, fá núna einstakt tækifæri til að láta það sér kveða. Og ekki allir ég að segja fyrirfram að þeim muni mistakast. Bara alls ekki. En þær verða bara að sæta því að vera undir svipuðu kastljósi og ef þetta væri Sigmundur Davíð eða Bjarni Benediktsson eða eitthvað slíkt. En verða þær undir slíku kastljósi? Já, Inga Sæland allavega hlýtur að fara undir slíkt. Þorgerður Katrín og Kristrún hafa alveg fengið sinn skammt af óvæginu umræðu. En Inga Sæland... Hún hefur siglt nokkuð lignarsjó. Já, og nú þurfa bara fjölmiðlumenn og aðrir stjórnmálumenn að láta hana standa fyrir sínu máli eins og alla aðra. Ég bara segja það, þú getur ekki endalaust sagt, látt þú ekki svona og vert þú ekki með þessa stæla. Það bara virkar ekkit fyrir ráðherra. Hann bara rekst á vegg alveg leið. Og sérstaklega líka vegna þess að skyggni er lítið fyrir í þessari stefnuyfirlýsingu. Þannig að hvernig verður þetta, því að Inga Sæland hefur komist upp með það að tala bara í sínum málflutningi og langflestir myndi segja gífuryrðum, en núna þarf hún einmitt svolítið að uppfæra sig sem ráðherra í framsetningu. Hún þarf að kyngja mörgu eins og flokkur hennar í heilsinni. Já. Hún getur farið til Brynjars Níelssonar og farið á námskeið að kyngja ælu. En við vitum hvernig það hefur farið einmitt með flokka að vera endalaust að standa að málum sem þau trú ekki á sjálf, hafa verið með yfirlýsingar. Ég meina, VG þurrkaðist út. Þú veist, þetta er bara staðan. Flokkur fólksins getur lent í fullkomnu uppnámi á mettíma. Því baklandar er ekki til staðar. Eins og með framsóknarmenn í borginni, það bættist við á fylgi á lokasprettunum, en það getur verið jafn fljótt að fara aftur ef að kjósendurnir telja sig ekki að fengi það sem þeir vildu. Þú segist ekki vera að spá óförum þeirra en svo kemur hér einhver hraðspólurnar. Nei, ég meina, sko, bara mitt innsæi segir mér að flokkur fólksins eigi eftir að lenda í stórkostlegum vandræðum, en Inga Sæland hlýtur að vera með einhver ráð undir sínum rimum. Já. Rétt í lokin, árið 2025, verður þetta hagfellt árið eða erum við bara að horfa upp á heimsstyrjöld og hrakfarir? Já, við þurfum núna allavega, ég meina það eru lausir búvörusamningar og mér langar aðeins að ljúka þessu, en það er nefnilega... Það var hitt stóra málið sem við áttum að taka fyrir. Nei, en það er nefnilega áhugavert, sérstaklega í ljósi þess að það var þetta gífurlega ákall kjósenda breytingar.
núna mun bara komið í ljós hvaða breytingar verða þá gerðar vegna þess að búvörusamningu og þetta kerfi orðið fjörgamalt. Það þyrnir í augum og það Daða Más þyrnir í augum Daða Más og Hönnu Kötu. Þannig að núna spurning og ég held að búvörusamningar verði annarkvort bara ekki gerðir eða allavega minnst ekki í þeirri mynd sem hér hefur áður þekkst. Að það verði mikil uppstokkun á kerfinu. Það verði mikil uppstokkun á kerfinu, hafi þetta ágæta fólk dug til, vegna þess að núna eru þau akkurat í færi til þess að koma sínu fram með sínum yfirlýsingu síðustu ár að kerfi ekki að virka eða þjóna einum eða neinum eins og það uppsett núna. Þannig að þetta verður mjög áhugavert. En heldur það ekki galopna matvælainflutningin Evrópusinnarnir? Við stöndum náttúrulega fram í því að við erum bara komin, við erum orðið svo ofbærslu hluti af alþjóðavæðingunni. Þannig að núna þurfum við, hvernig verður þetta með tolla? Hvernig verður með innflutningin til Bandaríkjanna? Við erum að fara í massíft tollastríð með 20-25% vendartollum. Bandaríkjanna á Kína, Evrópusambandið. Við erum bara að fara að taka þátt í dansi sem við höfum mjög lítið að segja en getur haft gríðarlega áhrif hér á allan almenning og fyrirtækin. Með okkar verðmætasta útflutning. Ertu alveg geysilega spenntur fyrir árinu 2025? Þetta eru athyglisverðir tímar. Hann dálítið myrkur hann hérna. Nei, ég meina, þetta er bara stærsta spurningamerki í heimismálunum langt skeið. Já. Það eru 24 dagar í að Trump taki við í Bandaríkjunum. Við munum auðvitað fylgjast með því hér á þessum vettvangi. Þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Takk fyrir. Vigdís Häsler og Björn Ingi Hrafnsson. Óska ykkur gleðilegs nýs árs og mun örugglega hitta ykkur hér á nýja árinu. Gleðilegt árs. Sömuleiðis. Hér eftir andartak Bjarni Benediktsson umræddur fyrir forsætisráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins. Ég ætla að rekja Rúnu Garðarinnar það hvort að hann verði stýra Sjálfstæðisflokknum að loknu landsfundi, hvenær sem hann verður haldinn á nýju ári. Fylgist þið með. Lexus RX. Komdu og reynslögtu RX 450h Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun. Lexus Kauptúni. Hingað í hádegismóa kominn Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins og fyrrum forsætisráðherra. Við ætlum að fara hér yfir stjórnmálaástandið, bæði auðvitað á árinu sem er að líða og svo hvað framundan á árinu 2025. Velkomin Bjarni. Takk fyrir. Þú ert að koma hér í fyrsta sinn árum saman á þess að vera í embætti ráðherra? Já, en ég var nú lengi á þess að vera ráðherra. Ég var í þinginu 10 ár áður en ég var ráðherra. Þetta er auðvitað viðbrigði, búin að vera lengi í fjármálaráðuneytinu, auðvitað í forsætisráðuneytinu skamma hríð. Núna verða þessi umskipti fyrr en margur hélt. Þau tók ekki langa tíma í að mynda nýja stjórn? Nei, ekkert óeðlilega langan tíma samt sem áður. Þetta virtist teikna sig þannig upp að mín upplifun var svo að Viðreisn og Samfylkingin ætluðu alltaf að fara saman og þetta var svona meira spurning hvaða flokk þau myndu fá til liðs við sig og það er nú eitthvað sem segir mér að það hafi staðið til að vinna með Framsóknarflokknum en það plan rann út í sandinn á kjördag og þegar talið hafi verið upp á kössunum, þannig að þetta varð þeirra niðurstaða. Mér sýndist svona frá upphafi að það væri mjög einbeittur svona vilji þessara flokka til þess að koma saman stjórn sem fyrst. Heldur þú samtöl hafa átt sér stað og það mér finnst það í sjálfu sér ekkert óeðlilegt þannig séð. Ég meina, flokkarnir sem voru í ríkisstjórn, þeir voru langt frá því að í fyrsta lagi vorum við ekki að reyna að bjóða upp á framhald á stjórnarsamstarfinu að þessu sinni heldur, sagði ég einmitt að við þyrftum að finna nýja leiðir en viljinn var greinilega mjög mikil til þess að láta flokka sem ekki höfðu verið í stjórninni taka við og það er bara eins og það er. Heldur að þessi samtöl hafa átt sér stað fyrir kosningar milli Þorgerðar og Kristrúnar? Já, mér finnst það nú mjög líklegt sko. Án ég ætla að fullyrða neitt það að þá finnst mér svona allur sá blær vera á þessum málum að það hefur alltaf staðið til að vinna saman enda gátu menn svo sem lesið í kannanir að það gæti verið valkostur eftir kosningarnar. Þannig lágu þær svona síðasta halva árið eða svo. En þær töluðu í mjög ólíkar áttir, sérstaklega þegar kom að skattamálum og öðru slíku. Ef þau ætlaðu að vinna saman, hefðu menn ekki reynt einhvern veginn að brúa bilið betur rétt fyrir kosningarnar allavega?
Jú, þetta bara það sem við erum vön að sjá í íslenskum stjórnmálum og í kosningum. Það að segja að flokkarnir vilja svona hampa sérstaklega því sem að þeir vilja standa fyrir en eru svo tilbúinu til þess að miðla málum til þess að koma á stjórnarsamstarfi. Reyndar finnst mér eiginlega ekkert standa eftir af stærstu málunum svona sem að flokkarnir vildu merkja sig með fyrir kosningar gagnvart kjósendum. Og því sem að hefur verið rætt svona til þess að veita fráfarandi stjórn aðhald í þeim stjórnarsáttmála sem að hefur verið sýndur eða stefnu yfirlýsing eins og þau kalla hana. Þá eða liggur beinast við að spyrja, gerðir þú einhvern rekka því fyrir kosningar að ná samtali við eins og Þorgerði eða Kristrúnu möguleg samstarf? Nei, ég get nú ekki sagt að nein slík samtöl hafi raunverulega átt sér stað. Það sem að málið í okkar tilviki snerist var að snúa vörn í sókn. Sko. Við vorum í bara kreppum dansi, ég var nú hérna hjá þér í aðdraganda kosningana og þú spurðir getur verið að flokkurinn fari 10% og ég sagði að það myndi ekki gerast og þú sagðir við skulum sjá. Hann mældist í 12% þá? Já. Þannig að við förum upp í 19% og allir okkar kraftar fóru það, bara styrkja stöðuna og horfa síðan til þess hvaða möguleikar getur verið til staðar og ég var nokkuð skýr með það. Ég taldi að ríkisstjórn sem að væri svona borgarlega mert flokkun sem að vildu minna ríki, lægri skatta, athafnafrelsi í landinu sem einhverja forsendu fyrir velferð, að það þyrfti áfram að leggja áherslu á verðbólgu, þar að segja hún kæmi niður og endurheimtum stöðuleika eftir mikil áföll á undanförnum árum og landamærin, það þyrfti að huga þeim áfram, bæði til þess að verja samfélagið okkar, gagnvart innviðum og öðru slíku en kostnaðurinn hefur líka verið algjörlega óásættanlegur út af þrýstingi á landamærin. Þetta eru svona nokkur mál sem að horfa bæði til skemmri tíma og lengri tíma sem að mér finnst mikilvægt að ná ríkisstjórn saman en mín upplifun var svo að Viðreisn vildi bara strax hlaupa í fangið til Samfylkingarinnar og við sáum það líka á tölunum úr þeim fáu könnunum sem voru birtar þetta að Viðreisnar fólk almennt vildi vinna með Samfylkingunni og mér finnst vera vinstri blæra á öllu því sem hefur komið frá stjórninni frá því að hún var mynduð. En nú þetta formaður Viðreisnar og nýr utanríkisráðherra fyrir varaformaður Sjálfstæðisflokksins. Samverkamaður þinn í þingflokki Sjálfstæðisflokksins og innan flokksins árum saman. Hefði ekki átt að vera eitthvað talsamband þarna? Hefði ekki verið mögulegt að allavega skjóta inn í þessa viðræður þeim möguleika að mynda þá meirihluta með Sjálfstæðisflokki, Miðflokki og Viðreisn? Jú, ef menn skynja einhvern áhuga á því, þá tekur maður upp þann þráð, en þegar gert út á mál sem að skilja flokkan að, eins og Evrópumálin og önnur slík mál, að þá skynja maður engan raunverulegan vilja til þess og þá þetta uppskriftin af því sem að koma skal. Þú segir Þorgerður hún sem sagt með bakgrunn í Sjálfstæðisflokknum og allar hennar rætur eru auðvitað þar fékk hún tækifæri og var ráðherra og var varaformaður og starfaði með mér sem slíkur. Þannig að það alveg rétt hjá þér að það eðlilegt að horfa þannig á en flokkurinn hægri sinnaður flokkur, það myndi ég leyfa mér efast um. Hann atvinnulífsþengjandi talar þannig, þau höfnuðu hugmyndum skattahækkanir og virðist hafa orðið ágengt í þessum stjórnarsáttmála. Já, það alveg merki einstaka mál sem að þau vita að eru væntingar uppi að þau standi vörðum en þegar maður horfir yfir þetta svona á breiðari línum og skoðar til dæmis þetta skjal og maður sér þennan ríka vilja til þess að starfa með Samfylkingunni sem að hefur klárlega vinstri gildi í hávegum að þá alveg ástæða til þess að spyrja. En svo ég nefni til dæmis varðandi hugmyndur tekjuskattshækkanir sem heita Samfylkingin hljóp undan í sífellu alla kosningabaráttuna og við vorum að reyna að fá skýr svör og fengum ekki. Það spurningin EHF-gatið og fleira. Það virðist vera eins og menn hafi stoppað í þau göt eða það að segja að það ekki stórtækar hugmyndir hér uppi að skattleggja fyrirtæki og almenningi í landinu. Nei, en það sérstakt fagnaðarefni eða ættum við kannski að hugsa til þess af hverju ekki verið að tala að lækka skatta? Því að skattar eru tiltölulega háir á Íslandi. Þeir eru háir í tekjuskattinum
byrja mjög snemma að fara snemma í hæsta tekjuskattsþrep sem rúmlega 46%. Þegar þú horfir síðan til þess að sá hópur sem þar komin út úr öllum stuðningskerfum líka og með þessa háu jaðarskatta, þá þetta háir skattar. Sama gildir víða annars staðar í atvinnulífinu þegar þú tekur hinn ýmsu gjöld, bæði launatengdu gjöld og síðan bara tekjuskattin sjálfan, að þá ekki hægt að halda því fram að á Íslandi séu skattar eitthvað sérstaklega lágir. En þau segja að þeir eru kannski ekki nógu háir heldur vegna þess að ríkissjóður verður rekinn með 80 milljarða halla á næsta ári. Ríkið ekki að afla eins mikill tekna og það að eyða. Já, og það eitthvað sem að bara mjög mikilvægt að við ræðum að einhverju yfirvegun og spyrjum okkur hvers vegna það, hverjar eru ræturnar og hver lausnin. Rætur þess vanda liggja í meiriháttar efnahagslegum áföllum sem við höfum orðið fyrir. Þetta byrjar á því að við þurftum að skuldsetja okkur til þess að komast í gegnum COVID-tíman, töpuðust 20.000 störf, fórum í efnahagslega niðursveiflu, en við höfðum byggt upp styrk til þess að takast á við slík áföll. Síðan lendum við í viðbótaráföllum, við fáum hér stríð í Evrópu sem að kostaði okkur verulega, bæði út af flóttamönnum sem að þá streymdu til landsins, en líka út af því að alþjóðlegar svona afhendingakeðjur brustu og verðlag á innfluttum vörum hækkaði. Ofan í þetta fáum við síðan Grindavíkur eldana og þetta tímabil sem við förum í gegnum. Við gerum það með því að vera með sterkan ríkissjóð sem við höfum byggt upp til þess að geta mætt áföllum. Skuldahlutföllin bara rétt rúmlega 30% sem bara mjög vel viðráðanlegt. Og ef menn bera gæfu til þess að leggja áherslu á sköpun, starfa og nýrra verðmæta, þá bara leysir þetta sig sjálft. Hagvöxtur mun alltaf leysa úr þessu, ekki hærri skattar. Hærri skattar eru líklegri til þess að draga úr umsvifum, fá fjárfesta til að halda sér höndum, það verður færra ráðið af nýju fólki og þá mun það birtast á ríkissjóði sem lægri tekjur. En á gjaldahlið ríkissjóðs, þar höfum við kannski fyrst og fremst séð merki þess að laun hafa hækkað mjög mikið á undanförnum árum. Við höfum líka verið að bæta í bótakerfin og nú þurfum við nýtt jafnvægi með hagvexti. Það var okkar stefna fyrir þessar kosningar að örva og skapa með því að hvetja til frekari verðmætasköpunar, ná í nýja orku, græna orku til þess að byggja upp, ná tökum á kostnaðarliðum sem að hluta til eru vonandi einskiptis en að hluta til eru svona spurningar stefnumörkun og þá ég til dæmis að vísa í útlendingamálin sem ekkert rætt í þessu stefnuskjali, bara ekki neitt, bara ekki minnst á þau. En þið voru búin að segja reyndar í kosningabaráttunni að þetta væri allt á réttri leið og komið í gott horf. Þetta eru réttri leið. Eru þið ekki búin að leysa það vandamál fyrir þau? Það eru nokkur mál sem að við komum ekki gegnum fyrirverandi stjórn sem að þurfa að komast á dagskrá og við verðum að vera sveigjanleg og svona snör í snúningum og bregðast við stöðun eins og hún hverju sinni, spegla til dæmis breytingar sem eru að verða í nágrannalöndum og meginlandinu. Þannig að þar þörf til þess að halda vinnunni áfram, engin spurning. Guðrún Hafsteinsdóttir var með 3 frumvörp í burðarliðnum og var með á þingmálaskránni nokkur mál sem þurfa að klárast. En það var ekki vilji fyrir því hjá Vinstri grænum að klára þau mál og maður spyr sig með þetta skjal fyrir fram sig, einhver athygli á málaflokkin bara yfir höfuð? Já, en þú nefnir 2 atriði, annars vegar orkumálin í tengslu við atvinnusköpunina og síðan útlendingamálin. Í þeirri ríkisstjórn sem að þú fórst fyrir og Katrín Jakobsdóttir undan, þar var einn stjórnarflokkurinn bara þversum á móti og bara með hliðarsellur á borð við landvernd og náttúrugrið og hvað þetta hér til þess að stöðva þetta, aðrir hópar Ísland, Palestín og annað til þess að herja á ríkisstjórnina út af útlendingamálunum. Því ekki fyrir að fara hér, þetta eru flokkar sem að virðast bara sammála það að fara í aukna orkuöflun og ekki sem bendir til þess að þau séu hörð á móti aðgerðum í útlendingamálum eins og Vinstri grænir voru sannarlega. Við höfum bara eftir að sjá þetta vegna þess að þetta allt saman byggt á einhverjum almennu orðalagi. Það voðalega lítið haldbæra hluti. Við hins vegar vorum tilbúin með næstu rammaáætlanir, fleiri en eina, sem höfðu verið sendar til verkefnisstjórnar til afgreiðslu
og höfðum semst bara mjög skýra sögu að segja það hvað við teldum æskilegt að eru næstu skref. Það sem fráfarandi ríkisstjórn gerði þó var að hún kláraði rammaáætlun og hún kláraði nokkur mikilvæg frumvörp eins og sameiningafrumvörpin og aflaukningafrumvörpin. Við settum líka af stað vinnu við að móta framtíðina fyrir vindorkuna, þannig að það hefur mjög margt verið á prjónunum sem að sumt hefur klárast og annað ekki. En ykkur tókst ekki að breyta regluverkinu þó að þið komið einhver í gegnum rammaáætlun inn í nýtingaflokk og þar undir götunum. Orkufyrirtæki fara svo af stað og það bara endalaust af regluverki og alþjóðasáttmálum sem að þið hafi undirgengist sem gera það verkum að fámennar klíkur, sennilega 3% þjóðurinnar að baki þeim klíkum samkvæmt könnunum sem gera það verið, ná að stöðva þessi verkefni. Ekki í 5 ár, ekki 10 ár, heldur kannski 20 ár. Já, það þarf aðeins að skoða málin bara eftir hverju tilviki fyrir sig. Þegar vindmyllurnar ræða hefur líka verið fyrirstaða á sveitarstjórnarstiginu vegna þess að þau vilja fá nýja löggjöf sem að við vorum að smíða til þess að tryggja betri dreifingu eða skiptingu á væntum tekjum. Það voru mál sem í farvegi. Ég held reyndar þegar kemur að vindinum að það sé bara ákveðin gæfa fyrir okkur að hafa farið varlega af stað og reyna að læra af mistökum annara. En punkturinn þessi, að því að þú varst að hefja þetta samtala á ríkisfjármálunum, punkturinn þessi, okkar leið var alltaf sú að fá hagvöxt til þess að leysa og til að leysa þann vanda. Og með hagvöxt, ef þú heldur aftur af útgjaldaaukningunni og færð hagvöxt, þá hverfur þessi vandi bara svo dögg fyrir sólu. Það hefur gerst í minni tíð í fjármálaráðuneytinu að þetta bara leysist að sjálfu sér. Hins vegar erum við hér í þessu skjali með mikil áform ný útgjöld sem að verða ríkissjóði mjög kostnaðarsöm. Hvaða útgjöld eru það helst sem að hrella þig? Já, það eru þetta hér áform grundvallar breytingar á almannatryggingakerfinu með því að það boðað að breytingar á almannatryggingabótunum fylgi launavísitölu sem að þýðir að launaskriðið í landinu verður látið endurspeglast inn í bótakerfin og það Er það ekki sanngjarnt? Hefði það verið gert í gegnum tíðina þá hefði það kostað ríkissjóð 10 milljarða á ári sem sagt uppsafnað til dagsins í dag, fer eftir bara hversu langt aftur í tímann þú færir. Hverju eiga bætur það fylgja ekki launaskriði? Það sem við höfum lagt áherslu á í uppfærslu bæði á bótakerfi í ellilífeyri og núna síðast í örorkubótunum sem að tekur gildi núna semst áramótin og kemur inn í skrefum að það sem við höfum lagt áherslu á að ná utan hópana sem eru veikast settir og það gríðarlega dýrt að fara í almennar hækkanir til allra. Og það það sem verið að boða hér. Það annars verið að segja að launavísitalan að ráða för en ekki umsamdar kjarabætur. Og að því að launavísitalan, hún endurspeglar líka kannski launaskrið hjá þeim sem eru efstir eða ekstar í miðjunni og horfa ekki sérstaklega til þeirra hópa sem almannatryggingakerfinu ætlað að ná utanum. Þess vegna hefur verið sagt að við værum bæði með belt og axlabönd í kerfinu eins og það þar sem við höfum sagt þú færð umsamdar kjarabætur eða verðbólguna hvort sem hærra. Og hitt sem að þau eru að ákveða í þessu að hækka frítekjumarkið, almenna frítekjumarkið sem við vorum að breyta núna og það breyting að taka gildi áramótin. Það hefur verið í 300.000 krónum í 6 ár og hækkar núna yfir 460.000 áramótin. Þau ætli 720.000. Þetta verður mjög dýr aðgerð líka. Hvað kostar þetta? Já, ég þori ekki alveg að fullyrða það en mér sýnist að það geti farið hátt í 10 milljarða á ári bara þetta seinna atriði. Og þegar menn að boða stjórn sem ætlar að ná sérstökum tökum á ríkisútgjöldunum og það svona þung áhersla á svona stór útgjaldamál og við slum hafa eitt í huga í þessu sambandi. Við skoðum það hvernig ólíkir hópar í samfélaginu okkar hafa haft það undanfarin hvort sem 5 eða 10 ár. Þá sjáum við að það eru frekar eldri borgararnir sem hafa náð að bæta kjör sín, ekki allt byggt á bótakerfunum, heldur líka vegna þess að margir eru með betri lífeyrisréttindi og það eru aðrir hópar sem að frekar hafa setið eftir ef eitthvað Þannig þess vegna dálítið skrítið að leggja svona mikla áherslu á útgjaldahliðina til hópa sem að hafa haft meira
hlutfallslega af hagvexti undanfarinna ára heldur en til dæmis í yngri kynslóðirnar. Ertu þá að tala unga fólki út á húsnæðismarkaðnum eða slíku? Já, Þau eru að boða stórfelldar aðgerðir til þess að stemma stigu við skammtímaleigu, festi í sessi hlutdeildarlánin og fleiri þeim dúr. Já, ég meina festa í sessi hlutdeildarlánin, ég meina, við komum á hlutdeildarlánakerfinu, byggum það til. En það hefur verið mjög brokkgengt, það hefur verið opnað fyrir það að sjóðurnar hafa tæmst, fólk hefur staðið eftir, ekki geta keypt íbúðir. Það hefur aldrei staðið til að þetta væri botnlaust opið, það hefur átt að mæta ákveðinni þörf, en það er alveg rétt að hefur verið gríðarlega mikil eftirspurn í þetta og hún hefur vaxið eftir ástandinu á húsnæðismarkanum. Það sem er gott við hlutdeildarlánakerfi er að þetta er séreignaúrræði. Það er að segja að þú eignast þína eigin eign þó að það eigi einhver annar 20% með þér. Þetta hefur komið hingað til ágætlega út fyrir ríkissjóð vegna þess að hlutur ríkisins í eigninni hefur hækkað eins og annað húsnæði hefur hækkað. En það er bara framhald á aðgerð sem við byggum til. Annars staðar í húsnæðiskerfinu held ég að þetta sé nú kannski fyrst og náttúrulega spurningum að auka framboðið. Allar svona aðgerðir eru á eftirspurnarhliðinni og sko stóra spurningin á húsnæðismarkaðnum í Íslandi er hvernig ætlar að tryggja að það verði til staðar land til þess að brjóta undir nýja byggð að jafnaði til þess að mæta þörfinni. Já, þau segja að þau ætla að gera samninga við sveitarfélögin það að stórauka framboðið. Þau hljóta að eiga auðvelt með það, verandi með Dæbi Eggertssonin í þingflokki. Já, ég meina, það er auðvitað nauðsynlegt að gera það. Ég ætla ekki að segja neitt annað en að það er nauðsynlegt að sveitarfélögin skili sínu. Hvað er það þegar þú horfir inn á auðvitað fyrstu verk þessar ríkisstjórnar? Þau eru aðeins farin að sýna á spilin í einstaka málum, segja strandveiðarnar séu, eins og ég nefndi hér í inngangi, lykilatriði og annað. Hvað er það sem að stjórnarandstaðan og þið þar með þurfið að taka helst á móti fyrsta kastið? Það er ekki fjárlög framundan? Já, sko, það sem að mér finnst kannski standa upp úr á þessum tímapunkti er bara, sko, hvað er að frétta? Hvað varð öll stóru málin sem við höfum verið að takast á hér? Ég meina, hvað varð tillögur Kristrúnar Frostadóttur bara fyrir árið 2024? Hún kom með bara lista af skattahækkunum sem hún vildi fara í. Sko fjármagnstekjuskattur og bankaskattur og hvað þetta allt saman hét. Er ekki best að þegja við þessu svo að við endurvekjum ekki þær hugmyndir? Já, ég meina, sko, þú veist, það var sagt við okkur að ástæðan fyrir þeim vanda sem við varum að glíma við, verðbólgu og svona efnahagslega lægð á þessu yfirstandandi ári sem ég reyndar til að muni kom í ljós sko, þegar framliða stundir að var ekki svo slæmt ár í hvað hagvöxtinn snertir 2024 að ástæðan fyrir þessu öllu saman væri það að menn hefðu látið undir höfuð leggjast að afla ríkissjóði tekna og það var alltaf talað sko vannýtta tekjustofna og svo framvegis. Það eina sem situr eftir að því í þessu hér er svona almennt tal auðlindagjöld og svo boðun á frekari veiðigjöldum sem að mér heyrist þau séu að hugsa einhvers konar þrepaskipt veiðigjald sem að mér líst nú ekki sérstaklega vel á. En hvað strandveiðarnar varðar að þá er bara fyrir að halda áfram að þróa kerfi sem að mun alltaf éta sig að innan. Það er að segja að þegar þú gefur frjálsan aðgang að takmörkuðum heimildum þá fjölgar alltaf í hópi þeirra sem vilja fá að njóta þar til að of lítið til skiptana fyrir hvern og einn. Þetta er nákvæmlega það sem við sögðum í þinginu þegar kerfið var búið til. Þetta er nákvæmlega það sem hefur gerst og þegar of margir eru komnir inn í kerfið með það sem til skiptana, hvað gera menn þá? Þá grípa menn til svona ráða. Að segja, heyrðu, nú munum bara allir fá fullan skamt, allir eiga að fá 48 daga. Og hvað þarftu að gera til þess að tryggja það? Þú þarft að stórauka heimildirnar. Hvað gerist eftir að þú hefur stórauki heimildirnar þannig að allir sem vilja núna fá sína 48 daga geta fengið? Það bara heldur áfram að fjölga. Og hvað ætlar það að gera? Þetta er kerfi sem heldur áfram að éta sig En heldur áfram að fjölga, mér sýnist nú bara meðalaldur strandveiði sjómanna, þetta er meira og minna einhverjir tannlæknar og garðabæ og annað sem eru í því og hobby. Já, það er alveg dæmi það. Er þetta ekki bara deyjandi stétt með meðalaldur? Nei, það held ég alls ekki. Ég meina, við skulum ekki gera lítið úr því að strandveiðarnar halda talsverðu lífi
höfnunum víða landið. Yfir mjög skamman tíma ársins. Já, yfir skamman tíma ársins, en enga síður, sko, ég vil ekki láta í það skína að ég styðji ekki, sko, ákveðna fjölbreytni í kerfinu, en þessi þáttur kerfisins, hann alltaf líklegur til þess að éta sig að innan og hann að gera það. Þess vegna þarf að stöðva veiðarnar svona snemma. Það líka ákveðin ósanngirni í því hvernig heildarpotturinn skiptist á milli landsvæða. Það kemur langt best út fyrir Vestfirðina og Vesturlandið. En að segja bara sí svona að það muni allir fá sína 48 daga. Hvað eru menn að segja í raun og veru? Ég væri til í að sko bara fá að heyra það, vegna þess að þetta eru stjórnmálaflokkar sem eru með þetta sem stefnumál. Þeir eru að kynna þetta fyrir þjóðinni, get ég bara ekki fengið að skilja hvað þeir eru að meina. Við höfum eftir að fá atvinnuvegaráðherrann hingað í sæti til okkar fyrir en varir, geri ég ráð fyrir. Eitt kannski að lokum varðandi stefnu þessarar stjórnar, Evrópumálin. Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið þversum í þeim efnum, þarna eru 2 stórir flokkar sem hafa haft þetta á stefnu sinni. Þau eru að boða atkvæðagreiðslu í síðasta lagi 2027 áframhald aðildarviðræðna. Verður ekki allt undirlagt í þessum málum fram að þeim tíma? Ekki verið að leggst þetta ekki eins og mara hér yfir þjóðfélagi þá næstu 2-3 árin? Sko það sem ég hef helst við þetta aðtuga bara hugmyndafræðilega hvernig menn að nálgast þetta. Það var ekki óvænt að þeir vildu ýta þessu undan sér vegna þess að sjá það öll að það væri glapræði. Það engin stuðningur við það. Ef það væri almennur stuðningur í samfélaginu við að gangi í Evrópusambandi núna, þá hefðu auðvitað viljað bara klára það núna í janúar. Af því að allir væri bara að kalla á það að gangi í Evrópusambandi, ekki satt. Hver hefðu viljað fresta því í einhver 2 ár eða annað? En þau vilja fara inn í Evrópusambandi. Þau segja að langtíma hagsmunir Íslands séu tryggðir þar innan. Þorgerður Katrín hefur sagt það fram, sagt að Kristrún Frostadóttir og allt hennar fólk. Já, en mér fannst mjög lítið fara fyrir því. Það var nú svona meira við varum að draga það fram og benda á það í aðdraganda kosningana að ef þau fengju tækifæri til þess, þá myndu þau setja málið á dagskrá, jafnvel þóttu við væri með það dálítið falið á bak við bak. Og það nákvæmlega það sem að koma í ljós. Hugmyndafræðilega þetta alveg ótrúlega dapurt mál vegna þess að þeir sem að í hjarta sínu trúa því að við eigum erindin í Evrópusambandið og það sé hagsmunamál fyrir okkur til lengri tíma að ganga í Evrópusambandið, þeir ættu að segja, það þangað sem við ætlum að fara. Við verðum að fara þangað. Það þarna sem að okkar hagsmunum verður best borgið. Til þess að leggja staðið þá vegferð og ljúka henni síðan með samningum, þá ætlum við að bera málið undir þjóðina í þjóðaratkvæði. Og við ætlum að berjast að sjálfsögðu fyrir því að það verði farið inn í Evrópusambandið og leggja eitthvað undir. Að setja sko stefnumál sitt í kosningu með því að segja, þetta það sem við stöndum fyrir og við erum tilbúin til að standa og falla með því. Nei, það ekki það sem þau gera. Þau segja, það svo mikilvægt að framkalla einhvern veginn þjóðarviljan með kosningu og við ætlum ekki að hafa skoðun á því. Við ætlum ekki að segja fólki hvað á að kjósa. Þetta bara svona mál sem bara svona framkvæmdalegt atriði, mikilvægt að fari fram þjóðaratkvæðagreiðsla fyrst að Jóhannustjórnin lét hann ekki fara fram 2009 sem hún hefði átt að gera og svo sjáum við bara til hvað kemur út úr þessu. Þetta bara eitthvað furðu hugmynd. Þetta hefur hvergi verið gert. Það hefur hvergi nokkurs þar verið gert. Og hvernig endar þetta? Þetta getur ekki enda nema með ósköpum fyrir stjórnina. Vegna þess að stjórnin er að segja, hún ætla að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu mál sem hún hefur enga sérstaka skoðun á, ætlar ekkert að leggja neitt að veði til þess að fá einhverja niðurstöðu með. Þetta allt saman á röngunni, þetta stendur á haus. Ég myndi skilja þetta, enda lagði ég það til að málið færi til þjóðarinnar þegar að Jóhanna og Steingrímur óskuðu eftir því við þingið að fá heimild til þess að sækja þá sagði ég ef við ekki að spyrja þjóðuna fyrst að þetta það sem þið viljið gera en að segjast alltaf búið til þjóðaratkvæðagreiðslu án þess að vera að leggja neitt undir og vera sjálfur sér ekki með neitt þingmál til þess að setja umræðan á stað. Fyrir utan þetta auðvitað þannig að það ekkert að halda neinu áfram, það þarf auðvitað að taka málið upp frá rótum. En þetta ekki klókt að þeim að gera þetta svona fyrst að það ekki samstæði í stjórninni? Var nokkur önnur leið fyrir þau til þess að brúa þetta bil milli flokkana? Já, ef þú heldur að það sé klókt og þá segi ég þetta mun allt saman enda með ósköpum ef það svona sem menn ætla að halda á þessu. Alveg svo allar atkvæðagreiðslur. Þar sem að menn eru bara svona að fara í gegnum einhver formsatriði með því að láta kjósa. Þetta svona,
Við sáum þetta gerast þegar fyrri ICEF atkvæðagreiðslan fór fram þá töluðu þau þetta allt saman niður og sögðu þessi atkvæðagreiðsla náttúrulega bara óþarfi en það fenguðu 98% á móti sér og mér finnst bara engin bragur á því. Ef menn vilja láta kjósa Evrópumál, þá verða menn að setja hjartað í málið. Ég skal segja hvað Sjálfstæðisflokkurinn mun gera. Hann mun berjast gegn því að ríkisstjórnin fái heimild til þess að sækja aðild að Evrópusambandinu að nýju. Vegna þess að við erum stjórnmálaflokkur sem hefur skoðun á þessu máli og við hefum erindi við þjóðina, við hefum rödd, við erum með hugsjónir, við ætlum að leggja þær hugsjónir fyrir fólk og biðja það að íhuga hvað það eigi að gera með atkvæðið sitt. Við ætlum ekki að standa á kantinum og segja, já, hér bara mál sem þannig vaxið að við bara treystum okkur ekki til að hafa skoðun. Mun þessi stjórn sitja 4 ár? Ég ætla einhver að spá fyrir það. Ég meina, hér komin ríkisstjórn sem hefur meiri hlut á þinginu og það mikið undir þeim sjálfum komið hvernig úr spilast. Þú ert nú sérfræðingur í þessum efnum. Þú komið að stjórnum sem springi loft upp og það er bara einn stjórn sem hefur haldið út, sko. Það ríkisstjórnin sem við vorum í. Og hún hélt ekki bara út, hún starfaði 7 ár, sem algjört met. Aftur málefni Sjálfstæðisflokksins. Svona 3 flokka stjórn. Eftir 4 ár fagnar Sjálfstæðisflokkurinn 100 ára afmæli. Þú hefur verið formaður flokksins næst lengst allra eftir Ólafur Thors. Ég geng út frá því að þú ætlir ekki að slá það með hversu lengi sem þú hyggst setja. Hann satt svo ógurlega lengi kallinn. 27 ár, já. Landsfundur í febrúar. Stefnið enn á að sá fundur fari fram á þeim tíma? Já, sko, það auðvitað miðstjórnar að kveða upp úr með það. Þú ræður því hins vegar? Nei, ég myndi ekki segja það, sko. Ég myndi ekki vilja taka ákvörðun tímasetningu landsfundar ef ég fyndi fyrir einhverju andstöðu í flokknum við það. En það hins vegar þannig að þessi tímasetning var ákveðin vegna þess að við sáum að innan 3 til 6 mánaða frá landsfundi getur farið fram kosningar og þannig að þetta kannski horfir aðeins öðruvísi við í dag og vissulega hef ég alveg heyrt raddir að þetta sé óheppilegu tími meðal annars út af veðrum og öðru slíku. Það þarf bara að botna þá umræðu og það þarf að gerast sem allra fyrst en að óbreyttu verður fundurinn þarna mánaðamótin í febrúar-mars. Mánaðamótin febrúar-mars og Ert þú að þeirri skoðun að ýta honum fram á haustið? Mér finnst ekki máli skipta sko svona fyrir flokkinn í neinu samhengi þó að hann færir fram í vor. Þess vegna í haust, fyrir flokkinn það ekkert stór mál. Það skiptir máli fyrir flokkinn að segja skoðun sinna á forystunu, formanni og varaformanni. Já, og ég veit ekki hvort það skiptir máli 3 mánuðir til eða frá það, sko. Það það sem ég á við. Ég held að það sé ekki stóra málið. En við skulum bara sjá. Við þurfum að ræða það á réttum vettvangi og það þarf aðeins að hlusta eftir hjartslættinum í flokknum með þetta. Flokkurinn fekk tæplega 20%, rúmlega 19% í kosningunum. Þetta langversta útreið sem hann hefur fengið þrátt fyrir ýmis boðaföll í gegnum söguna, klofning borgaraflokksins og uppákomunda með Gunnari Thor og allt þetta. Ert þú að íhuga stöðina í ljósi þess hvernig þetta fór allt saman? Sko, ég myndi kannski segja að niðurstaðan í þessum kosningum hafi verið ákveðin varnarsigur eftir langt stjórnarsamstarf, 3 flokka stjórn. Við erum flokkurinn sem að bætti hvað mestu við sig svona í kosningabaráttunni. Ég meina, Samfylkingin var að tapa alla kosningabaráttuna og enda í 20% þegar flestir höfðu verið að gera ráð fyrir hún nær 30% og inni einhvern afgerandi stórsigur, það gerðist ekki. En þú slítur stjórninni og flokkurinn núna utan stjórnar sem hann hefði getað verið jafnvel fram á næsta haust. Já, ég held að það hafi verið algjörlega hárrétt ákvörðun. En ég ætla að segja semst með flokkinn að það auðvitað mikið umhugsunarefni fyrir okkur að vera ekki með meiri stuðning eftir kosningar heldur en þetta. Og að því leytinu til það líka ákveðin tækifæri fyrir flokkinn að fara í stjórnarandstöðu og geta sinnt svona hugmyndafræðilegu hliðinni betur án þess að vera að gera málamiðlanir vegna þess að það er ákveðin þyngsli sem fylgja því að vera að gera málamiðlanir, vera stöðugt í réttlætingu fyrir málamiðlunum og ég held líka bara að samfélagið okkar að breytast mjög hratt og það bara töluvert mikil þörf á því að menn séu stöðugt að ganga í takt við samfélagsbreytingarnar. Væntingar nýrra kynslóða, lesa í stöðuna eins og hún hverju sinni og tryggja að stefnumál flokksins séu í takt við það sem að
kallað eftir og þörf fyrir og bæði til skemmur og lengri tíma. Þannig að ég held að flokkurinn geti byggt sig upp. En allan heim það þannig að þegar flokkar missa völd, missa mikið fylgi, tala nú ekki þegar formenn hafa setið lengi eins og þú gert, þá hefðin svo að menn afhendi kefli næsta manni í staðis að segja nú tækifæri fyrir mig. Ekki sá tími kominn á þínu pólitíska ferli? Ég hef bara búin að tjá mig svo oft þetta. Ég hef bara sagt þetta nú. Ekki eftir kosningarnar? Já, ég hef sagt bara sem svo. Nú ætla ég að eftir að ríkisstjórnin komin, nú ætla ég bara að taka mitt jólafrí og koma inn í nýja árið og ég ætla að tala þetta þegar nýtt ár rennur upp. Ég hefði átt að kalla þig hingað eftir 4 daga samsagt? Nei, bara einhvern tímann í janúar skilur þá er ég búin að ná líka að tala betur við fleiri flokksmenn og svona mitt nánasta umhverfi, bæði heima fyrir og í þingflokknum og leggja mat á þetta. Ég meina, ég held að sé sjálfur sér engin lögmál í þessu en alveg rétt sem þú segir, ég hef verið lengi í pólitík. Ég hef hins vegar aldrei verið reynslumeiri í pólitík heldur en akkurat núna og ég enn ungur að árum, tiltölulega ungur maður í svona pólitíska samhenginu. Þannig að þetta er bara mál sem ég ætla að tala á nýjárunu. Og þú heldur ekki að þú setur dragbítur á fylgi flokksins bara út af öllum þeim erfiðu málum sem upp hafa komið á tínu ferli? Ef það þá var ég örugglega síðastur til að sjá það. Já, ef fundurinn verður í febrúar, þá hefur ekki mikinn tíma til að kveða upp úr það hvort þú ætlar að halda áfram eða ekki. Nei. Ef að fundurinn verður frestað fram á haustið, þá hefur meiri tíma. Hvað sérðu fyrir þér í því? Sérðu fyrir þér að gefa flokknum langan tíma til þess að velja nýja formann ef að því kemur? Já, nú ertu akkurat að reyna að draga mig inn í umræðina, Ég ætla bara ekki að tala mikið meira þetta, nákvæmlega hvað ég sé fyrir mér. Nú er ég bara að njóta hátíðana. Við fórum hérna í kosningaslaga, rétt sem þú segir, ég sleit stjórnarsamstarfinu, það tel ég að hafa verið hárrétt ákvörðun. Vinstri grænir og ósammála? Já, ég meina það bara ber hver ábyrgð á sjálfum sér í svona hlutum og ég hafði enga tryggingu fyrir því að þau myndi ekki bara lappa út eins og sumir held að myndi gerast á landsfundinu þeirra. Nú er bara staðan þessi að það standa yfir jól og áramót og ég bara ætla að taka mér frí frá pólitík, rétt yfir hátíðarnar inn í nýjárið. Og svo skal ég bara tjá mig þetta þegar að því kemur. Ég útiloka ekki neitt í þessu. Ég skil vel að menn sé að velta þessu fyrir sér því ég hef vissulega verið lengi. Ég hef samt ekki verið jafn lengi og nýju utanríkisráðherrann í pólitík. Og ég hef ekkert verið formaður neitt mikið lengur heldur en Sigmundur Davíð hefur verið svona hingað og þangað í milli þessara 2 flokka sem hann hefur verið í. Já, svo má bara bæta, eða ekki, bæta annað verða. Nei, ég meina, það er ekki þannig þegar þetta fólk kemur hérna í stúdíu og segir, hvenær ætlar eiginlega að hætta maður? Þú er búin að vera svo lengi, þú talar svo krár, þú talar svo fjölur. Ég skal spyrja þau út í það. En Þorgeir nú reynda komin í stjórnina. Þakka kærlega fyrir komuna Bjarni, óskaðir gleðilegs nýs árs og við munum örugglega hófið hingað á þennan vettvang á nýja árinu. Endilega. Þá ekki meira á vettvangi spursmála þetta árið. Ég óska ykkur gleðilegs nýs árs og hlakka til að hitta ykkur hér föstudaginn 3. janúar.